Stefnt að öflugri starfsemi í öllum byggðakjörnum Múlaþings sem nýtt sameinað sveitarfélaga á Austurlandi. Heimastjórnir fara með tiltekin nærþjónustu verkefni. Víða land nú verið að kanna sameiningarmál og jöfnunarsjóður sveitarfélaga býðst til að leggja fram verulegar fjárhæðir í kjölfar sameiningar. Gauti Jóhannesson, fráfarandi sveitarstjóri á Djúpavogi og forseti sveitarstjórnar Múlaþings gestur í landsbyggðum. Gauti, sveitarfélögum þeim hefur fækkað nokkuð á undanförnum árum. Til einhver svona þumalputtaregla hvernig á að sameina? Nei, ég held að sé ekki til nein þumalputtaregla. En ég held að sé til mikils gagns ef að sameiningarnar eiga sér stað fyrir tilverknað íbúanna og þeir séu fylgjandi því og þeir eigi hlut í því. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli. Stundum sagt að sameiningin þegar hún hefur verið samþykkt að þetta komi nokkuð bara sjálfkrafa í gegnum íþróttastarf og annað því. Já, ég held að gera. Ég held að þetta tekur náttúrulega tíma og þetta kemur í gegnum íþróttastarfi, í gegnum krakkana mikið. Það verða kynslóðaskipti og sameining sveitarfélaga náttúrulega, sameining náttúrulega til, hún er á svo mörgum sviðum. Við getum sameinað stjórnsýsluna og sagt það orðið til nýtt sveitarfélag, en sameining síðan sveitarfélagsins sjálfs og íbúanna og samfélagana, það er svo kannski önnur ella. En sameiningin hjá ykkur, þetta eru 4 sveitarfélög, farðu aðeins í gegnum það að koma þá íbúanna að þessu öllu saman? Það náttúrulega hefst fyrir töluvert löngu síðan, þá taka mann sér saman að hefja svona óformlegar umræður þetta og síðan í aðdraganda þess að það kosið sameininguna, að þá eru haldnir íbúafundir og það reynt að kynna fyrir íbúanum hvað þetta innifelur og kemur til með að hafa í för með sér. Bæði kosti og galla, við lögðum alltaf áherslu á það. Og síðan kosið og á sínum tíma þá fékk þetta yfirgnæfandi kosningu og þá ekkert annað að gera heldur en að halda bara áfram og ljúka verkefninu. Þetta eru 4 sveitarfélög, það Seyðisfjörður, Djúpavogur, Fljótsdalshérað og svo Seyðisfjörður ekki? Nei, og Borgarfjörður Eystri. Þessi sveitarfélög, þau eru nú margt ólík. Já, þau eru mjög ólík, Héraðsmenn hafa náttúrulega ekki mikla reynslu af útgerð sem að við hin kannski höfum og Fljótsdalshérað náttúrulega áberandi stærsta sveitarfélagið, Borgarfjörður áberandi minnst og Seyðfirðingar og Djúpavogur síðan inn á milli. Og við erum með náttúrulega fjölbreytta atvinnuvegi, það náttúrulega sjávarútvegurinn og ferðaþjónustan og það allt saman sem einkennir okkur sem eru niður við ströndina og svo náttúrulega Fljótsdalshérað öflugt landbúnaðar og þjónustu hérað. Í þessu undirbúningsferli öllu saman þá hlýtur það nú hafa skotið upp köllunum bara mjög snemma. Þetta ekki bara eins og venjulega að stærsta sveitarfélagið gleypir hinn? Jú, og fólk, menn hafði nú oft orðið að sporin og þau hræða og þetta var náttúrulega sú gagnrýni sem við heyrðum mest til að byrja með, að þetta yrði bara þannig, en ég hef alltaf litið á það þannig að þessi sameining, einn af styrkleikunum við þessa sameiningu hvað í rauninni langt á milli byggðarlaganna. Þær sameiningar sem hafa átt sér stað áður, þær eru margar hverjar því marki brenndar að svona jaðarbyggðirnar, þær hafa, með rétti eða röngu orðið svona jaðarsettar. En hjá okkur þá það langt á milli byggðarlaga að svoleiðis ekki í boði. Það enginn að fara að loka skóla neins staðar. Það engar stofnanir eða þess áttar sem að koma til með að loka út af þessu. Og ég hef alltaf litið á það sem styrk. Það sem sagt fjarlægðin sem að gera það að verkum að það illmögulegt að sameina skóla í sveitarfélögum? Já, fjarlægðirnar í okkar tilviki eru slíkar að það ekkert í boði. Þú lokar ekki skólanum á Djúpavogi eða Borgarfirði eða Seyðisfirði og flytur neitt annað. Það eiginlega segir sig sjálft. En í öllu þessu undirbúningsferli á þessum fundum var almenningur með einhver aðra sýn heldur þið sveitarstjórnar fólkið í grunninn, eða þú metur það? Nei, mér fannst það ekki. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki stór
þetta ekki stór sveitarfélög og í heildina litið þó við séum fleiri sameinuð, þá þetta samt ekki nema rétt rúmlega 5.000 manns og ég held að við höfum nú haft svona svipaða sýn, bæði við sem erum á stúsast í þessum sveitarstjórnarmálum og íbúarnir. En þú ert að leggja þitt starf niður, þú ert fráfarandi sveitarstjóri á Djúpavogi. Ég hef unnið að því hörðum höndum undanfarin ára að missa vinnuna. En kannski svona það sem nýtt í þessu miðað við sameiningar annarra sveitarfélaga, það eru heimastjórnir kallið þetta, að íbúarnir sjálfir, þeir verða með töluvert ákvörðunarvald. Já, hugmyndin sú og það kemur nú í kjölfar þess sem menn hafa séð gerast annars staðar. Að akkillesarhæll margra sameininga hefur orðið það hafa orðið til svona jaðarbyggðir sem hafa kannski haft lítið um sín mál að segja og í aðdraganda þessara sameiningar þá lögðu þessu svolítið yfir þetta og veltum fyrir okkur með hvaða hætti getum við mögulega komið í veg fyrir þetta og þá verður til þessi hugmynd heimastjórnir sem eru 3 manna. Það sem 3 manna heimastjórnir í hverju gömlu sveitarfélagana, 2 eru kosnir óhlutbundinni kosningu bara af íbúum og svo 3. hann tilnefndur af sveitarstjórn og þá formaður heimastjórnar. Og heimastjórnirnar þær hafa ákveðin völd og ákveðin hlutverk. Þær til dæmis koma að afgreiðslu á deiliskipulagi, þær koma að afgreiðslu á rekstrarleyfum og ýmsu fleiru. Opnunartími veitingastað, ég nefni þetta oft sem dæmi að ef menn vilja hafa barinn á Borgarfirði eystri opinn aðeins lengur, þá það bara Borgfirðingar sem ákveða það þarf ekki að spyrja neina aðra. Og með þessu móti erum við svona að reyna að koma til móts við þessa tilhneigingu sem hefur svolítið verið að þessar jaðarbyggðir og þessar minni byggðir, þær missir dálítið völdin. En það hefur nú oft á tíðum verið talað að auka íbúa lýðræðið og mörg loforð gefin út það, en svo kannski svona í praxis þá kannski virkar þetta ekki alltaf. Nei, og þetta sem bara skref í þessa átt. Þarna þetta batteri til, við erum þarna með þessar heimastjórnir, þær hafa skilgreind hlutverk og ber síðan bara að starfa samkvæmt því. En þessar heimastjórnir verða með bara ákvörðunarvald hreinlega? Já, á ýmsum sviðum verða þær með ákvörðunarvald. Þær hafa ekki völd til þess að taka neina svona skuldbindandi fjárhagslegar ákvarðanir fyrir svæðið í heild, en þær hins vegar hafa umsagnar rétt yfir til dæmis yfir gerð fjárhagsáætlun og þess háttar. En að fara að hluta til með skipulagsmálin, það svona einhver ákveðin leið í því að stuðla því að varðveita þá sérstöðu hvers svæðis? Já, og það var nú eitt af því sem við ræddum líka í aðdraganda þessara sameiningar að það áherslan á sérstöðu svæðana og áherslan á það að íbúar fengju einhverju það að ráða í framtíðin og það eina grunnhugmyndunum líka á baku þetta með heimastjórnirnar. Skólamálin, þetta svona helsti útgjaldaliður allra sveitarfélaga, giska á þetta síðan kringu 50-60% hjá ykkur. Hvernig ætla að standa að rekstri skólana? Við bara stöndum að rekstri þeirra með svipuðum hætti eins og verið hefur. Náttúrulega leggjum okkur fram að bjóða upp á gott skólastarf í sveitarfélaginu. Ég nú gamall skólastjóri sjálfur, var skólastjóri í 12 ár og ég dálítið hrifinn af þeirri hugmynd sem hefur svona ágerst hjá mér frekar núna í tengslum við allt þetta COVID ástand. Ég þeirrar skoðunar að tæknin, hún bjóði orðið upp á það að sérfræðingar í ákveðnum greinum, og þá ég að tala kennara, sem starfar í einhverjum skóla, sama hvar það að hæfileikar hans, þeir ættu, og slíkra kennara, þeir ættu að geta nýst víðar með því að kenna til dæmis í gegnum fjarfundabúnað og þess háttar og þannig ættu að geta komið til móts við auknar kröfur gæði í skólastarfi með því að sérfræðingarnir okkar innan skólana þeir geta náð að vinna sem víðast. Ertu þá að tala að kennarar á vegum sveitarfélagsins verði í raun og veru að kenna á öllum stöðum en í gegnum fjarfundabúnað? Ég að horfa í það til að byrja með í eitthvað svona afmörkuðum verkefnum, þá geti það verið mjög sniðugt. Þú ert með kennara sem hefur markað sér einhverju sérstöðu
orðinn sérfræðingur á einhverju ákveðnu sviði, þá algjör óþarfi að láta nemendur annar staðar í sveitarfélaginu fara á mis við það ef það í boði að koma til skila í gegnum fjarfundabúnað, til dæmis. En það þó ekki hægt að sameina þarna rekstur grunnskóla, fjarlægðar vegna? Nei, ég sé það ekki fyrir mér. En leikskólamál, ég fór í gegnum samstarfssáttmála ykkar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, þar ætlið þið að spýta svolítið í? Það liggur fyrir að það þarf að spýta svolítið í eins og þú orðar sérstaklega þá á Fljótsdalshéraði og þar liggur fyrir að þar þarf að fjölga leikskólarýmum alveg klárlega á næstu árum. Hvar verður leikskóli byggður nú? Það er ekki búið að staðsetja það. Nei. Það er eitt af verkefnum sem býður. Áfram með skólamálin, til þess fyrir dreifðar byggðir að halda í við fólkið, að það fari ekki í háskólanám og svo kannski snúi ekki aftur til baka. Háskólanám hefur mjög verið í brennidepli fyrir austan. Já, og kannski aðalega það hversu við höfum nú farið halloka í baráttunni um framboð af háskólanámi. En það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir hvaða landshluta sem að þeir sem að hyggjast og vilja sækja sér háskólanám geti það sem mest án þess að þurfa að flytja búferlum. Þetta er mjög viðkvæmur tími á æviferlinum, þessi ár sem menn eyða í háskóla. Og oftar en ekki eru þetta þau ár sem að menn binda trú sitt við maka og þetta sko, eins og við þekkjum allstaðar, bæði hérna fyrir norðan og fyrir austan og víðar sko, að þá hefur þetta verið svona gegnumgangandi svolítið að fólk fer burtu og kemur ekki tilbaka og þess vegna skiptir miklu máli að koma upp aðstöðu þannig að fólk geti stundað háskólanám án þess að þurfa að rífa sig upp og mögulega og koma síðan ekki tilbaka. Sérðu það gerast núna á næstu 2-3 árum? Er það svona eitthvað handan við? Þetta er alveg klárlega eitthvað sem við viljum stefna að. Alveg klárlega. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Atvinnumálin, hvar svona liggja helstu möguleikarnir í fiskeldi, það nú, ég heldur betur á uppleið hjá ykkur til dæmis í Djúpavogi. Já. Og fiskeldið klárlega einn af vaxtabrotunum sem við verðum að horfa á. Við höfum líka náttúrulega verið að horfa á ferðaþjónustuna. En ég hef eins og alltaf sagt og legg á það mikla áherslu að sko, tíminn þessar stóru einföldu lausna í atvinnumálum, hann liðinn. Menn gerðu þetta hér á árum og áratugum áður að það var alltaf stóra svarið sem áttu síðan að redda öllu. Það sem ég held að við þurfum að bera gæfu til, það að bera nógu víða niður og koma nógu fjölbreyttum stoðum undir atvinnulífið. Það það sem skiptir máli, það fjölbreytnin. Bæði til þess að við séum náttúrulega ekki með öll eggin í sömu korfinni og hitt skiptir líka gríðarlega miklu máli af því að við erum oft að tala um það sko, að bæði að fólk festi sig niður í heimabyggð og eins líka þetta að við fáum fólk að og það að makinn hafi líka tækifæri til þess að fá starf við hæfi og þar skiptir bara fjölbreytnin svo gríðarlega miklu máli. Dæmi uppbygginguna í fiskeldi núna þessa dagana fyrir austan? Já, við erum að horfa í það að í tengslum við fiskeldi á Djúpavogi núna ætli það sé ekki svona þessi beinu störf, ætli það sé ekki svona milli 70 og 80 störf. Svo náttúrulega eru ruðningsáhrif af þessu. Það alls kyns þjónusta og annað við þetta sem að þarf að sinna. Og það engin spurning að viðsnúningun sem hefur orðið hjá okkur á undanförnum árum, hann má rekja lang stærstum hluta til uppgangs í laxeldi. Hvað svo sem mönnum kann að finnast það? Þá sem sagt fiskeldið eða laxeldið, það svona viðspyrnan í atvinnulífinu víða fyrir austan? Já, við sem verðum fyrir því að við missum frá okkur mikið af aflaheimildum 2015 og laxeldi kemur síðan upp mjög fljótlega í kjölfarið á því og það sem hefur gerst hjá okkur að við höfum náð að láta þetta vinna svolítið saman, þessa hefðbundnu bolfiskvinnslu og síðan laxinn og nú svo komið að við erum að horfa í stóraukið laxeldi hjá okkur og á Djúpavogi erum við að slátra öllum laxi sem að verður til fyrir Austurlandi
og það engin von til annars heldur en að það eftir að vaxa umtalsvert núna bara á allra næstu árum. En hvað með svona frekari uppbyggingu, fröð, plastkassa, verksmiðju og svo framvegis og Við framvegis? erum núna bara þessa dagana að ljúka gerð deiliskipulags vegna umbúða verksmiðju og í framhaldin erum við að gera ráð fyrir því að hjá okkur rísi laxasláturhús sem verður vonandi tilbúið eftir nokkur ár. Þegar að núverandi aðstaða í Búlandstindu dugar ekki lengur til í kjölfar leyfisveitinga, að þá verður að flytja þetta yfir í nýja aðstöðu sem við erum að skipuleggja fyrir athafnasvæði bara þessa dagana. Búlandstindur, það sem sagt fyrirtæki sem er með sláturhúsið? Já, Búlandstindur sem sagt fiskvinnslu fyrirtækið á Djúpavogi og sem hefur tekið og séð laxasláturina og vinnsluna hjá okkur. En svo það þá aftur Borgarfjörður, þar það þá til dæmis hægt að spýta í lófana í ferðaþjónustu, eða gera meira út á hann? Já, það hægt að gera allt mögulegt á Borgarfirði. Borgfirðingar nú þannig fólk að ég treysti þeim til alls, en þar það náttúrulega líka sjávarútvegurinn. Þar hefur verið þó nokkuð öflugur sjávarútvegur í dálítið mörg ár og þar það náttúrulega ferðaþjónustan líka. Og ég sé ekkert í vegi fyrir því að þar verði til og vaxi fleiri atvinnugreinar. Nú það til dæmis mjög skemmtilegt frumkvöðlega verkefni í gangi varðandi dún og vinnslu og dún og ég held að framtíðin geta verið björt fyrir Borgfirðinga. Sérðu þá fyrir þér að ný sveitastjórn í samvinnu þá við heimastjórnirnar að það verði unnið mun markvissar heldur en verið hefur kannski að því að vinna að ýmsum byggðaþróunar verkefnum? Já, ég sé það fyrir mér. Ég sé það fyrir mér að það sé eitt af hlutverkum sveitarfélagsins að hafa frumkvæði að því að styðja við frumkvöðla og þá sem í nýsköpun, en líka þau fyrirtæki sem eru á staðnum. Það má ekki gleyma þeim heldur. Og ég held að öflugt og fjölbreytt atvinnulíf, það byggist upp á samvinnu þessara aðila allra. Bæði þeirra sem eru fyrir og líka þeirra sem eru að koma nýir að með nýjar hugmyndir. Varðandi ferðaþjónustuna þá hefur verið horft til millilandaflugs og byggja Egilsstaðaflugvöll en betur upp. Já. Og ég held að við séum þar með stórt ónýtt tækifæri sem Egilsstaðaflugvöllur. Og ég trú ekki öðru heldur en að á allra næstu árum og þá ég umferð hann eftir að aukast mikið. Og það sem við þurfum líka að gera og reyna að bera gæfu til, það að sjá til þess að þeir sem að koma til Austurlands, þeir hafi einhverja afþreyingu þangað að sækja og við þurfum svolítið að vera tilbúin að bjóða upp á hana. Og í því sambandi þá get ég til dæmis sagt að ef allt hefði verið með eðlilegum hætti, þá hefðu komið 100, þá hefðu skipakomur, skemmtiferðaskipa, verið í kringum 120 samanlagt í höfnum Múlaþings. Og það liggur í augum upp að þarna eru gríðarlega vannýtt tækifæri í því að selja öllum þessum massa afþreyingu. Þannig að sóknarfærin þau eru víða. Og þið viljið að fólk dvelji fleiri sólarhringa hjá ykkur, væntanlega? Við hefðum helst af öllu kosið það, já. Og svo má heldur ekki gleyma því líka, að því þú minnist nú á flugvöllin. Hvað flugvöllurinn er gríðarlega mikilvægur þegar kemur að útflutningi á framleiðslu af svæðinu. Nú það svoleiðis að mjög stór hluti af laxinum til dæmis fluttur út ferskur. Og það gefur auguleið hvaða möguleika liggja í því ef við verðum komið með sæmilega virkan alþjóðaflugvöll á Egilsstöðum, hvaða möguleika það hefur í för með sér. En Gauti, þú ert tiltölulega bjartsýnn, en það eru gul ljós sem að blikka væntanlega líka einhver staðar í þessu öllu saman. Já. Ef við horfum bara á þessa sameiningu hjá okkur núna til dæmis, við erum í allt öðru umhverfi heldur en við vorum þegar við lögðum á stað í þessa vegferð. Nú náttúrulega erum við að glíma við afleiðingar á COVID og það kemur til með að hafa umtalsverðar afleiðingar á Múlaþing, svo sem eins og önnur sveitarfélög. Og hitt sem við erum að eiga við líka, það er náttúrulega samskiptin við ríkið. Á margan hátt gætu þau verið betri og eitt af því sem ég hef og vil leggja áherslu á að við förum að fá fleiri, ekki ég sé talsmaður því að fjölga opinberum störfum, en að við förum að fá fleiri af þessum opinberum störfum sem sannarlega hægt að sinna hvar sem á landinu.
til okkar. Og þar verður bara ríkið að taka sér svolítið saman í andlitinu. Ertu þá að tala þessi störf án staðsetningar svokölluðu? Já, og þetta orðið dálítið þreytt, þetta með störf án staðsetningar vegna þess að þau störf hafa nú tilhneigingu til þess að lenda einhvers staðar á Stór-Reykjavíkursvæðinu og ég held að við séum komin á þann stað að ríkið þarf bara að fara að hafa hugrekki til þess að auglýsa störf með staðsetningu og tilgreina bara að einhver ákveðin störf beri að setja niður, ég segi ekki að það þurfa að tilgreina staðinn og götuna, en allavega landshlutinn og héraðið og ég held að menn þurfi bara að þora. Finnst þér þetta að vera svolítið mikið bara farlegt á blaði? Já, það er svona lyktar aðeins að því stundum. Menn eru búin að haka í bóksið, sko, þetta starf án staðsetning og svo einhver ráðinn sem býr í Mosfellsbænum. Í staðinn fyrir að segja bara, við ætlum að ráða mannesku í þetta starf hjá þessari stofnun, hún getur verið hvað sem en við höfum ákveðið að setja hana niður á Norðurlandi, eða Norðausturlandi, eða á Austfjörðum. En þessi sammenning, jöfnunarsjóður sveitarfélaga sem gríðarlega stór sjóður, þar var nú ákveðin gulrót sem fylgdi sammenningunni. Hvað þið að fá mikið í svona sammenningar framlag? Við erum að fá í tengslum við þessa sammenningu eitthvað í kringum 1300 milljónir. Það bil helmingur ríflega af því hann ætlaður til skuldajöfnunar og hitt þá ætlaður að bera að hluta til kostnað af sammenningunni sjálfri og síðan þá til annarra verkefna það sem eftir En 1300 milljónir, það ansi mikill peningur fyrir sveitarfélag af þessari stærðargráðu. Já, og ég dreg enga fjöðri við það munar töluvert þetta. En hvernig finnst þér fyrstu skrefin núna farið af stað? Eru heimastjórnirnar að setja sig í stellingar? Já, þetta nú bara allt saman að fara af stað og ég held að það sé líka eitt af því sem við þurfum svolítið að búa okkur undir, að þetta gerist ekki á einni nóttu. Þetta er langhlaup. Þó svo að við teljum okkur vera búin að undirbúa þetta eins og best við getum, þá þetta eitthvað sem að tekur svolítið tíma. Þetta langhlaup, en við erum búin að halda 2 fundi sveitarstjórn núna, heimastjórnir eru að byrja að koma saman, þannig að þetta að fara af stað, en það þarf klárlega vikur og mánuði í að þetta fari að slípast aðeins betur. En þessi aðferð að nota heimastjórnirnar, hafa margir hringt í ykkur annars staðar á landinu og spurt út í þetta? Heldur að þetta verði víðar? Já, ég hef heyrt af öðrum sveitarfélögum sem að hyggja á sameiningar. Þær hafa haft samband bæði við mig og fleiri til þess að fá aðeins útlistun á þessu og ég held að við séum komin á þann stað núna bíður fólk svolítið til þess að sjá hvernig þetta gengur fyrir sig og það verður spennandi bæði fyrir okkur og aðra að fylgjast með þessu, hvernig þetta þróast núna og allar næstu mánuði. En með undirbúningin og ráðleggingar til annarra sveitarfélaga, þá það lykilatriðið að hafa íbúana með sér. Já, ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Að reyna eftir fremsta megni að halda íbúum upplýstum að hverju stefnt og hvar menn eru staddir á hverjum tíma og hvað tekur við á allar næstu vikum. Þannig að menn séu nokkurn veginn á sama staðinn, séu ekki einhvers staðar týndir. En verður þetta að einhverju leyti svolítið erfiðara eða flóknara fyrir þá kjörna fulltrúa fyrir ykkur sem eru í sveitarstjórn? Nei, það finnst mér ekki. Ég held að það ætti alls ekki að vera. Alls ekki, sko. Nei, ég hef engar áhyggjur af því. En ábyrgðin ykkar, hún áfram mjög rík. Já, það fer ekki á milli mála hvar ábyrgðin liggur. Þegar upp verður staðið þrátt fyrir þetta, það náttúrulega við þessi kjörnu fulltrúar. En nota bene, það verður líka ábyrgð á heimastjórnunum og það náttúrulega bara það sem fylgir. Vilji menn hafa áhrif, þá fylgir því ábyrgð. Og það ágætlega gert með því að efla íbúa lýðræðið. Já, ég þeirra skoðunar. Aðeins kannski síðustu bara mínúturnar, umhverfismál eru farin að fá vaxandi vægi í allri umfjöllun. Hvernig staðan á þeim málum hjá ykkur og hvað setjið þið þar inn í málefnasamninginn? Við erum með í málefnasamningnum náttúrulega dálítið yfirgripsmikinn kafla umhverfismálin. Hann lítur náttúrulega því að við ætlum að byrja á því að taka sorphirðu og flokkun og annað til gagngerrar endurskoðunar.
nú erum við þarna að sameinast á þessu stóra svæði og það hlýtur að geta falið í sér einhverja hagræðingu. Við ætlum sömuleiðis að reyna að leggja áherslu á að ásýnd sveitarfélagsins hún sé sem snyrtilegust. Við tilgreinum meira að segja sérstaklega að við ætlum að leggjast í það að reyna að hreinsa burtu ónýtar girðingar sem eru allt of víða og það eru hin og þessi verkefni sem við höfum tínt til og það er ekkert annað í boði heldur en að umhverfismálin þau fái dálítið vægi í framtíðinni. Var þetta ofarlega í hugum íbúana þegar var verið að ræða hvers skyldi halda? Já, þetta var ofarlega í hugum íbúana. Fólk lætur sig þessi mál miklu meira varða heldur en var. En nafnið Múlaþing svona orðin sátt það allt saman? Já, svona eins og verður sátt. Það voru fjöldin allar af hugmyndum sem komu fram. Örnefnanefnd gerði ekki athugasemd við þetta. Svo fórum við í nafnakönnun og Múlaþing hafði þá yfirburði í kosningum meðal íbúa. Það var ekkert annað í boði heldur en að velja þetta nafn. En íbúar Djúpavogs, búa þeir í Djúpavogi eða í Múlaþingi? Já, íbúar á Djúpavogi halda áfram að búa á Djúpavogi og Djúpavogur tilheyrir Múlaþingi. Þannig að það verður engin breyting á því. Gauti Jóhannesson, þakka þér fyrir spjallið.